En það sem að einkennir þetta kjörsvið, það náttúrulega að það miðast við yngsta stig grunnskólans og ég vil meina að það sé mikil fjölbreytni á þessu kjörsviði og kennaranemarnir eru stundum dálítið hissa þegar ég byrja með alls konar söngva og leiki og svoleiðis vesinn. Mér finnst skrítið þetta skuli verið í kennaranámi en mér finnst bara að það sé nauðsynlegt að allt sem að þið lærið hjá okkur, við munum komið til með að beita því frekar heldur en ef við lesum allt bara af bókum. Ég vil ekki svoleiðis kennslu, ég er ekki mikil bókakona. Og ég japla á því endalaust að þið eigið að læra hérna hjá okkur að veita nemendum í grunnskólanum bæði traust og svo tækifæri til að gera ýmislegt eftir áhugasviði og getu þannig að ég vil stuðla að því að nemendur njóti sín í skólanum og þá er ég ekki bara að tala í grunnskólanum heldur líka að þið fáið aðeins verkefni sem eru opin á þann hátt að þið getið reynt á ykkur svolítið eftir áhuga. Ég valdi yngri barnakjörsvið aðalega því að út af aldrinum, mér finnst þetta svo skemmtilegur aldur þessu krökkum, þeir eru svo ógeðslega skemmtilega sem aldri og svo ógeðslega gaman að vinna með þeim og þeir eru spennt að koma til þín, spennt að koma í skólan, allt sem þú segir er bara rétt og best, þau elska kennara sinn og þeir alveg bara hálfgerði guðatölu hjá þessum krökkum. Það er svo ótrúlega gaman og það þarf svo lítið til þess að gleðja þig, þú gefur eitt límið og þeir eru bara ógeðslega sátt á daginn. Þannig það var svona aðalega aldurinn sem að mér finnst. Já, á þessu kjörsviði þá ertu aðalega í stærðfræði og íslensku kennslu. Það er svona 90%. Það er líka alveg mest af það sem þú kennir, það er stærðfræði og íslenska. Þannig það er svona allar aðferðir, bæði hvað virkar og hvað virkar ekki. Og svona, það er svona öllu velt upp þar. En svo getur náttúrulega líka valið eitthvað aðeins, svona samfélagsfræði, náttúrufræði, enska, eitthvað svoleiðis. En þetta er aðalega íslensku stærðfræði og náttúrulega bekkjastjórnun og agastjórnun sem er náttúrulega ótrúlega mikilvæg. Þannig það er svona aðalega þetta sem er verið að kenna á því kjörsviði. Svona það sem að ég legg mikla áherslu á það er að vinna samkvæmt stefnunu skólan aðgreiningar. Og ég vil ekki að við hengjum okkur í svona merkimiðar eins og ég kalla það sem eru sett á börnin. Heldur að við reynum að vinna á fjölbreyttan hátt þannig að allir fái eða sé meiri möguleiki á að allir njóti sín. Bæði bráðger börn og bara allir nemendur, líka þeir sem að þurfa aðstoð í námi. Mér langar kannski bara að segja að lokum að þú ert að spá í að koma í námi og hefur mikla ástríðu og hugsjón fyrir starfinu að þá kannski ekki láta 5 ára námi stoppa. Þetta líður mjög hratt og þetta er mjög skemmtilegt og gefandi nám.